Björgúlfur EA312 kom í fyrsta sinn til heimahafnar á Dalvík í gær. Nýju Björgúlfur sá þriðji í röðinni sem ber þetta nafn en forveri hans á að baki 40 ára sögu. Heimamenn fjölmenntu niður á bryggju til þess að taka á móti nýja skipinu og það mátti glöggt sjá að viðstaddir voru ánægðir með komu skipsins. Jæja Þorsteinn, það bara rekur hver stór dagurinn annan hér hjá Samherja til hamingju með þetta til þess að byrja með. Hvernig tilfinningin að vera búin að fá þennan nýja Björgúlf hingað 40 ár síðan að nafn hans kom hingað? Hvernig tilfinningin? Það var alltaf bara fyrst og fremst montinn, stoltur. Það eins og segja, þetta Björgúlfur nr. 3, sá fyrsti kom 1960 og sá sem kom nr. 2 og hérna fyrir aftan okkur, hann kom í april 1977, þannig það 40 ár þá liðin og vel við hæfi. En það líka annað sem við fórum að velta fyrir okkur, það var hvort það væri hægt að ofhlaða skipið af fólki, því að það eins og það alveg troðfullt af fólki mætt á svæðið á Dalvík. Greinilegt að dalvíkingar eru ánægðir. Já, ég held að þetta skip verði ekki ofhlaðið, ég held að geti farið með allavega heilan knattspyrnuvöll hérna borð, en nei, það ekki. En finnurðu fyrir þessum áhuga heimamanna hérna á bæði? Þú varst með risa tilkynningum að hér ætti að rísa fullkomnasta fiskvinnsla í heimi. Ég veit ekki hvort að fólk áttar sig einu svona á því hvað það eru rosalega tíðindi og svo kemur þetta skip. Finnurðu fyrir því að heimamenn áttu sig á því eða bara fólk almennt? Mér eins og sagt, mér alltaf liðið vel á Dalvík hér og innan fólki hér og fundið, eins og segja, þetta fólk sem stolt af því að vinna í fiskvinnslu og við fiskiðnað og útgerð og sjómenn. Þannig að mér alltaf liðið vel innan Dalvíkinga og við höfum skilað góðum árangri hér, þar að segja fólkið í sínum störfum og að sjálfsögðu erum við gerum það að verkum að maður hefur meiri áhuga en ella á verkefninu og þetta voru stór orð eins og þú sagðir fiskvinnsluna en nýju en þau munu standa. Það annað skip sem hefur verið að vinna í rauninni í innviðum skipsins heima á Akureyri. Hvernig gengur það allt saman? Já, ég reikna með að við komum nú þessu skip á sjó fyrir en seinna en það er að segja að við munum ekki kannski klára allt ferlið núna en það er að segja á næstunni, við munum að klára seinna á þessu ári. En þetta mjög stór verkefni sem í gangi á Akureyri, það hjá Slippum Akureyri og sem mun ljúka einhvern tíðan á haustmánuðum. Og fjölmörg fyrirtæki sem koma að þeirri vinnu síðan hérna heima þó að skipin séu smíðuð í Tyrklandi? Já, við getum sagt bara að kostnaðurinn við það sem við höfum eftir að gera, ef við lítum á kostnað hvað skipið kostar eins og í dag, að þá eigum við eftir að bæta við 25%. Það er að segja að 25% af heildarverðinu mun verða framkvæmt sem á eftir að framkvæma Akureyri. Þannig að það mikil vinna? Já, við eigum eftir að fjárfesta fyrir mjög háar tölur. Síðan vorum við nú að sjá bara í síðustu viku tíðindi af því að það væri búið að sjósetta hana Björgu sem fær nafn móðurinnar í Tyrklandi. Það hlýtur að hafa verið, þú varst þarna úti að fylgjast með því eða ekki? Jú, það er að segja, ég eins og maður segir, ég hjó á víri þannig að skipið fær á stað en það var að sjálfsögðu stór stund fyrir mig og ég að sjálfsögðu stoltur af því að það skip beri nafn móður minnar og sem að mér finnst vel við hæfi. Kristján, þú
ert skipstjóri hér á Björgúlfi sem var að koma til heimahafnar. Þú varst að sigla skipinu frá Tyrklandi. Lýstu kannski aðeins þessari ferð. Hvernig lét skipið að stjórn? Skipið lét ákaflega vel að stjórn. Þetta að fengum að vísu blíðu veður, nánast alla leið. Við erum utan kannski 12 tíma norðvestur á Skotlandi þar sem við fengum smá brellu og reyndist það bara ákaflega vel skipið. Hvað breyting er þetta fyrir þitt starf? Hún er bara gríðarleg, bara alla vegu. Það vekur náttúrulega sérstaka athygli þetta stefni á skipunum eins og þessum 4 systurskipum sem eru að koma hingað til lands. Verið að tala mögulega að það sýni minni mótstuð og noti þar að leiðandi minni olíu. Er eitthvað munur að stýra skipi með svona stefni? Nei, sjálfur sér ekki munur að stýra skipinu en skipið fer í rauninni miklu betur með á móti sjó og það heggur minna í ölduna og lyftist, fer svona hálfpartinn í gegnum ölduna meira. Þannig að þú ert ekki að vinna upp orku eða keyra skipið upp aftur eftir að stoppa í öldunum. Annað sem vekur svona athygli er þessi svona sívalningur utan loftnet og annað hérna húnna. Þetta er bara veðurhlíf eða? Já, þetta er nýjung og það var ákveðið að reyna þetta. Þarna inni er loftnet og radarskannerar og annað sem eru þá bara inni og minnkar þar af leiðandi hættu á bílunum og annað. En það er ýmislegt sem á eftir að gera svo sem í skipinu? Já, þá eftir að sitja hérna borð vinnslulínu og það hlýtur nú að vera svolítið spennandi og pælingar á bakvið það allt saman. Þetta er allt gríðarlega spennandi. Já. Leiðist þetta ekki nei? Nei, þetta er allt gríðarlega spennandi. Þá segi ég bara gleðilega hátíð. Já, takk fyrir það. Nei, við erum ekki í gagnaveri. Við erum komin hérna neðan Þilja í nýja Björgúlfi. Geturðu kannski aðeins sagt okkur svolítið frá þessum, snúrum öllum saman. Hvað er hérna að finna? Já, við erum búin að flytja alla tölvur og allan búnað sem býr til hávaða út af viftum og öðru slíku ofan á brúnni og niður í þetta rými sem er hérna undir brúnni. Og hér setjum við þetta saman í einn rekka sem er þá búið að setja saman áður en að hann fer til skipasmíðastöðvarinnar. Búið að tengja hann, innri tengingar og til dæmis í þessum rekka hér það var búið að setja yfir 700 metra af köplum á milli tækja. Þannig að hérna er töluverð hitaframleiðsla af þessum tækjum og við erum með kæliunit sem heldur þá loftinu hérna í kannski 20 gráðum þannig að það fer miklu betur búnað en heldur en ella og við erum þá laus yfir allan hávaðan sem að þessi tæki framleiða úr brúnni, þannig að þar erum við að fá það miklu betra vinnustað. Við heyrum það ég veit ekki hvort að sjónvarpsáhorfendur heyra það er svona suð, það er örugglega ekki gaman að vinna með það í eyrunum allan daginn en þessi búnaður hérna, þú segir þetta er sent til Tyrklands til skipasmíðastöðvarinnar og þá framleitt af fyrirtækjum heima á Íslandi? Já, við erum að kaupa mikið af búnað á Íslandi og til dæmis þessi rekki hérna sem er aftan mig að okkur, hann er framleiddur af fyrirtækinu Nortec settur saman í Reykjavík og svo er bara smíðað utan þetta mjög öflugt kassi sem er þá ekkert opnaður aftur fyrir en að starfsmenn þess fyrirtækis fara að tengja hann þegar svona er komið undir lok á smíðinni. Þarna eru siglingatækin sem eru keypt af fyrirtækinu Brimrunu og það er sama þar, þeir setja hluta til bara búnaðinn saman og tengja, innri tengingar í Reykjavík eða inn á sínu verkstæði pakka svo vel utan þetta og svo er þetta sendt til skipasmíðastöðvarinnar hvar sem hún er, þessi er í Tyrklandi og þeir eru líka að senda svona búnað til Kína og til Noregs og það er svona sama hvert þú sendir en þetta er þá búið að gera hér áður en þetta fer borð og styttir þá vinnutíman borð í lokatengingum mjög mikið. Finnst þér þetta skipta máli af því að ég heyri það nú að það er 25% af kostnaðinum eftir hérna heima á Íslandi þegar skipið er komið heim. Finnst þér og ykkur þetta skipta máli að eiga í viðskiptum við íslensk fyrirtæki og ef svo er af hverju? Það skiptir miklu máli. Til dæmis hérna að þá er þegar til þekking, mjög djúp þekking á búnaði skipsins
öll þessi samtenging tækjanna og hvernig þau virka, þessi þekking er öll núna til á Íslandi, þannig að ef okkur vantar þjónustu þá hringir til því og þá koma hérna menn sem hafa þá þegar reynslu af því að þeir settu að hluta til upp þessi tæki, þeir tengdu þau, þeir prófuðu þau, þannig að þekkingin er þá þegar til staðar, þannig að það skiptir miklu máli. Er eitthvað í þessu sem að þú myndir segja að væri einstakt á heimsvísu? Já, það er fullt, en af hverju á að taka, sko, það er svona líka, er náttúrulega alltaf gott að vera svolítið ánægð með sjálfan sig, en ég held til dæmis að bara þessi hluti að taka þessi, við skulum bara segja hávaðavalda sem er hérna aftan að mig, taka þá burtu úr stýrishúsinu og flytja þá hingað niður í betra umhverfi. Það til dæmis nokkurn veginn nýtt og svo erum við með mjög stóra skjáu uppi sem að geta virkað eins og 10 litlir eða 1 stór. Þetta hefur ekki verið gert í skipum áður. Fyrir löngu síðan, þá fórstu að tala að þið langaði golfhita upp í brú. Manstu eftir því? Já. Sko, stýrishús á svona skipi það mjög erfitt að halda heitu því að leiður opnar eitt gluggi í miklu vindi eða hurða þá kannski kólnar allt niður og jú, það er bara þannig núna. Við erum að nota afgangsorku frá vélinni til að hita upp skipið og ég meina, það í sumarbústaðnum mínum, það bara svona plastlögn í gólfinu og af hverju ekki nota það skipi líka og við erum að gera það hér og það bara virkar vel. Ég veit nú nokkurn veginn fyrir víst að þér var nú fyrst sagt að þetta nú eiginlega ekkert hægt. Já, það er allt hægt. Það bara að hafa trú á því að sé hægt. Hvernig upplifir það svona fyrir þig sem bæjarstjóra að þetta skip sé að bætast hérna við og hvað máli skiptir þetta sveitarfélagið? Fyrir byggðarlagið náttúrulega skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Hérna er að koma nýtt skip í flota Dalvíkinga. Hérna sér maður gleðitár falla þegar við vorum að horfa á skipið sigla hérna inn í höfnina. Margir klökkir, fólk klappaði, hló. Þannig að þetta er mikla tilfinningar sem að fylgja því þegar kemur svona nýtt skip inn í höfnina hérna á Dalvík og verður áreiðanlega mikil lyftistöng fyrir allt atvinnulíf hérna í byggðarlaginu. Þannig að þetta er kannski ekki síst svona það að það sé tekin þessi stefna að við þekkjum það náttúrulega ágætlega að straumurinn liggur á suðvestur hornið og jafnvel umræður þú veist, erindi fyrir þessi og hinn byggðarlögin að lifa af og þetta allt saman að breytast þannig að það er kannski líka það, þetta sé svona tákn þess að hér sé eitthvað atvinnulíf til framtíðar. Já, og þetta er náttúrulega, fólk finnur meiri festu í byggðinni sinni þegar kemur nýtt skip, það ríkir meiri bjartsýni og eins og ég segi, öll þessi gleði, þannig að þetta er mikið fagnaðarefni. Eftir allir voru búnir að virða fyrir sér nýja skipið lá leið fólks í starfsstöð Samherja á Dalvík þar sem gestir gætu sér á nú nema hverju fiskisúpu enda Dalvíkingar væntanlega besta fiskisúpu gerðar fólk heims og gestgjafar fiskidagsins mikla sem haldinn verður á Dalvík í sumar líkt og undanfarin ár.